Heyrði, Elías heiti ég og Gíslason, starfa hjá Ferðamálastofu og velkomin að þennan viðburð. Þetta svona já til hamingju með bara ferðaþjónustu vikuna, búið að takast mjög vel hjá okkur núna. Nú ætlum við þetta svona síðasti viðburðurinn í dag. Hérna ætlum við að fjalla hvað vitum við slys í ferðaþjónustu, hvar stöndum við og hver stefnum við, eða hver stefnir. Og við erum með 2 einstaklinga frá Ferðamálastofu, það Dagbjartur Brynjarsson, öryggisfulltrúinn okkar, og hún Oddný Þóra Óladóttir, sérfræðingur í rannsóknum og tölfræði hjá Ferðamálastofu. Þau ætla að fjalla þetta efni og þau taka spurningar í lokin. Þannig að það vakna örugglega spurningar hjá okkur. Og svo þegar þau eru búin og spurningarnir eru búnar, þá ætlar Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, þá ætlar hann að vera með smá svona hugviki fyrir okkur og svo í restina þá verður glaðningur fram við. En Dagbjartur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og til hamingju með vikuna. Þetta búið að vera glæsilegt, það sem við höfum séð, alveg klárlega. Og fyrstulega ætla bara að þakka fyrir hversu margir komið hérna í dag. Það bara fullt hús og bara frábært að sjá. En við ætlum aðeins að tala hvað við vitum slys í ferðaþjónustu og hvar við erum í dag og hvert við stefnum. En hver eru við? Það annars vegar ég, Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá Ferðamálastofu. Búinn að koma að öryggismálum síðan í kalda stríðinu, má eiginlega segja. Þannig að já, það segir kannski frekar hvað gamall en eitthvað annað. En með mér í dag verður Oddný og hún vinnur við rannsóknar og greiningu hjá okkur og hún búin að setja í hellingsvinnu við það að aðeins að kíkja á þennan málaflokk fyrir okkur og hún mun kynna það. En til þess að byrja með, þá ætla ég að halda smá möntru öryggismál. Ég á erfitt með að koma einhvers staðar fram á þess að koma skilaboðum að framfæri. En ég ætla aðeins að tala öryggismenninguna og mikilvægi öryggismenningu og virkrar öryggismenningu í ferðaþjónustu. Og það gríðarlega mikilvægt að þeir sem að stýra fyrirtækjunum, þeir sem eru leiðtogar innan fyrirtækjana, að þeir séu fordæmi, sýnir gott fordæmi og eru fyrirmyndir þegar kemur að öryggismálum. Þið þurfið að taka þetta auka skref, það alveg ljóst. Og við þurfum líka öryggismálum markvisst. Bara alveg svo við stýrum fjármálum innan fyrirtækisins, þá þarf að stýra öryggismálunum. Þetta engum í hug að fá kreditkort á fyrsta degi sem starfsmaður einhvers fyrirtækis. En við ætlumst til þess að menn fari eftir öryggismálum frá fyrsta degi og það þarf að kynna það, það þarf að vinna það, það þarf að stýra því markvisst. Það þarf að gera því samstarfi við starfsfólkið. Það þurfa allir innan fyrirtækisins að koma að öryggismálunum. Það þarf að vera regluleg þjálfun og við þurfum að vera með skýrar viðbragðsáætlun. Við erum búin að ákveða hvað við ætlum að gera þegar að skítunum fer í viftuna. Því að ef við erum ekki búin að ákveða fyrirfram, þá fer það bara einhvern veginn. Við þurfum að hafa opið upplýsingaflæði sem þýðir það að við þurfum að tala við starfsfólkið okkar, við þurfum að tala við viðbragðsaðila og við þurfum að tala við viðskiptavinina. Við þurfum að útskýra fyrir viðskiptavinunum hverjar hættur eru í þessari ferð og hvernig á að bregðast við þeim. Og við þurfum að eiga virkt samtal og samvinnu við viðbragðsaðila. Þannig að við vitum hvernig ætlum að standa að því þegar eitthvað gerist. Því að sama hversu góðar öryggisáætlanir eða öryggisplön við erum með, alltaf gerst. Og þess vegna mjög mikilvægt að við hugsum það hvernig við ætlum að bregðast við því. Og svo náttúrulega skráning og greining á slysum og nærslysum. Þetta eru bestu vísbendingar, þetta það sem við verðum að horfa til þegar að kemur að því að sinna forvörnum. Þannig að drögum við lærdóm og ekki bara af slysum, heldur við verðum líka að horfa á nærslys. Það að segja það sem að gæti orðið slys. Og við verðum að hugsa það, við verðum að skráða og taka það inn í endurskoðunum okkar á því sem við erum að gera.
En af hverju erum við þá að skrá í raun og veru slys og nærslys? Jú, forvarnargildi. Rannsóknir sýna að forvarnir, hver króna sem við setjum í forvarnir, hún er jafngild svona einhvers staðar á bilunum 3 til 5 þegar til atviksins kemur. Það er að segja, við ætlum að borga það eftir á í viðbragði. Þannig að það er alltaf dýrara að sinna ekki forvörnum. It's good for the business, svo við tölum nú á fallegri íslensku. Gæði. Það snýst þetta ekki bara gæða starfið okkar. Við séum að rýna í það sem er að gerast og skoða hvernig við getum gert hlutina betur. Það er bara kjarni í gæðastjórnum og gæðamálum. Við getum útbúið neyðarviðbrögð og við skilgreinum okkar neyðarviðbrögð út frá því sem að gæti gerst. Út frá því sem er að gerast og gæti gerst. Þannig að við þurfum að horfa til þess. Vissulega er lagaleg krafa. Samkvæmt lögum ber öllum sem að bjóða upp á ferðir í íslensku lögsögu að vera áætlun og að skrá atvik í atvikaskýrslu. Þannig að en það á ekki lagahvatinn á ekki að vera helsti hvatinn. Hvatinn á bara að vera það að við erum að taka ábyrgð á okkar starfi. Við erum ábyrg í því sem við gerum og við erum að byggja upp traust til viðskiptavina, til bæði ferðamannsins sem slíks, en líka annara viðskiptavina eins og þjónustu fyrirtæki sem að selja með okkar ferðir eða að kaupa okkur ferðir. Það er kannski eina helsti kvarnin. En hvernig er staðan í dag á skráningu á slysum? Jú, eins og ég sagði þá ber öllum ferðaþjónustu fyrirtækjum eða öllum sem bjóða upp á ferðir innan íslensk lögsögu ber að vera með öryggisáætlun og þar með talið að vera með atvikaskýrslur og inn í því felst að skrá þessar atvikaskýrslur. Það er mjög mismunandi hvað minn er að skrá. Vakinn er með fínt sniðmat atvikaskýrslu sem að mjög margir er að nota. En ekki allir. En það ber engum að nota akkurat þá skráningu. Þannig að fyrirtæki A er að skrá þetta bara svona í litlum tölvupósti. Fyrirtæki B er með langa og flotta skýrslu og með jafnvel í skráningakerfi sem heldur utan það og dregur fram lærdóminn og gefur stjórnendum upplýsingar um hvað þeir þurfa að huga að og hvað ekki. En það verður að segjast alveg eins og atvik er ekkert alltaf skráð. Langt í frá. Og þó að öll fyrirtæki eigi að vera með öryggisáætlun, þá held ég að við vitum alveg betur. Það er ekki þannig. Því miður. Og það er bara hlutur sem við erum að vinna í sameiningu. En það er líka mismunandi hvort það sé tekið saman yfir höfuð. Í sumum tilfellum eru menn með eins og talaði áðan mjög flott skráningakerfi sem gefur góðar skýrslur yfir þennan stað eða þessa deild eða hvernig sem það er. Á meðan að sumstaðar það sem þetta skráð þetta bara skráð á pappír og fyrir upp í hillu. Svo gleymist þau þar og það stendur nú til að fara yfir þetta. En vinnan verður svo mikil þegar þetta er komið með einhvern sletta af atvikaskýrslum að fara að vinna úr þessu að það er svona, menn verða sig við það og það er alltaf eitthvað annað sem brennur. Það er eitthvað annað sem liggur fyrir sem við þurfum að gera. Þannig að vill stundum verða að litlu. Og það er engin miðlagsskráning. Það gerir það að verkum að við getum ekki lært á hver öðru. Við getum ekki stutt hvort annað. Greinin getur ekki lært af þessum atvikum. Þannig að ég held að það sé líka mjög mikilvægt. Við erum með, sem sagt, ef það er slys á starfsmanni, þá ber vissulega að skrá það og það ber að skrá til Vinnueftirlitsins og þau halda skrá slys á starfsmönnum og svo erum við skráningar í umferðarslysum og þar eru sem sagt alvarleg umferðarslys og dauðsföll skráð. En það er ekki nákvæm skilgreining á því hvað er alvarlegt umferðarslys. Allavega flest öll minni slys
þar sem að lögregla ekki kölluð til staðarins og það ekki gefin skýrsla og þó svo að menn hafi jafnvel eitthvað slappur í úllinum á eftir og enda með því að fyrir bráðamóttöku og með brákað beini eða eitthvað þess að þá er það ekki skráð. En vissulega klárlega öll alvarlegri slys. Á undanfarnum 20 árum, eða frá 2003 til 2023, eru 2508 alvarleg slys og dauðsföll í umferðinni á þjóðvegum Íslands sem gríðarlega mikið og klárlega eitthvað sem við erum að horfa til. Það eru 37 dauðsföll á 20 árum. En já, þetta er eitthvað þetta er einhver gögn sem við höfum. En hver er þá, já, ef við höldum að horfa staðan í dag, við erum með skort á yfirsýn og greiningu. Það er ekki hægt að greina það sem við höfum ekki upplýsingar um. Það er erfitt að greina mynstur. Við erum ofta að greina út frá tilfinningu. Hvað er það hættulegasta sem að menn gera á Íslandi? Það er í Reynisfjöru. Við möttum að sjá gögnin hérna eftir. En þetta er allt byggt á tilfinningum, ekki gögnum. Og það er mjög erfitt að taka góðar ákvarðanir bara út frá tilfinningu. Og já, fyrir vikið þá glatast tækifæri. Það glatast tækifæri til þess að gera betur. Þannig að það er alveg ljóst. Það er takmörkuð upplýsingamiðlun, eins og við talaðum áðan, fyrirtækin ná ekki að læra af hvor öðru. Við erum ekki að deila upplýsingum okkar á milli. Því miður er það nú mjög oft þannig að þetta eru mín atvik. Það fær enginn að sjá mín mistök. Þannig að menn halda utan um þetta eins og gull, skiljanlega að mörguleyti, en það er líka mjög mikilvægt að greinin læri saman. Þannig að þeir sem er að stunda hestaferðir geti lært af öðrum sem er að stunda hestaferðir. Ekki satt. Þannig að það er mjög mikilvægt. Og þar leiðandi er erfitt að draga lærdóm, það er erfitt að leggja fram, heyrðu, þetta er eitthvað sem við erum að skoða, við erum að gera betur á þessu sviði. Fyrir vikið verða líka vinnubröðan okkar óskilvirkari. Við erum ekki að nýta það tækifæri sem við höfum til þess að gera betur. Og þar að leiðandi minna traust. Eða hugsanlega getum við sagt ekki meira traust. Þannig að þetta er líka hlutur sem við erum að hafa í það. En næstu ætlar Oddný að koma henni upp og aðeins að segja okkur frá þeirri vinnu sem hún hefur verið að vinna, gríðarlega stórt verkefni og flott verkefni og bara Oddný, gerðu þið svo vel. Jæja, mitt erindi nú aðeins annars eðlis en Dagbjarts, en í þessari samantekt þá eru dregnar saman niðurstöður úr fyrstu athugun Ferðamálastofu á slysum og hættuatvikum í íslenskri náttúru. Og þessi athugun er náttúrulega unnin vegna skorts á heildstæðri skráningu atvika sem ferðafólk lendir í. Og markmiðið er að greina hvar atvik eiga sér stað, helstu orsakir þeirra og afleiðingar. Og upplýsingarnir er að byggja að stærstum hluta á fréttaflutningi fjölmiðla og því gefur þessi samantekt ekki nákvæma tölfræðilega mynd, bara svo við höfum það á hreinu. Það var unnið með fréttir sem fjölluðu hættuatvik og slys á ferðafólki almennt, bæði erlendu ferðafólki og Íslendingum. Og atvikin þau voru fundin út frá leitarorðum, bara Google og upplýsingum. Já. Heyrist ekkert í mér, ok. Heyrist núna betur í mér? Svona. Heyrði enginn það sem ég var að segja áðan? Ok. En atvikin voru fundin út frá Google leitarorðum og upplýsingum á völdum vefsíðum. Það var vefsíðum
lögreglunar, landhelgisgæslunnar og landsbjargar. Og athugunin hún einskorðaðist að mestu leyti við atvik þar sem að björgunaraðilar komu að málum og hún náði við tímabili 2000-2024. Það voru sem sagt alls skráð 782 atvik. Nú, þessi samantekt, hún tekur ekki til umferðarslysa á þjóðvegum landsins og flugslysa, enda heldur Samgöngustofa utan þau og auk þessna hún ekki til aksturstengdra óhappa í ám og vötnum og skíðaslysa á skilgreindum skíðasvæðum. Og ég ætla bara að ítreka að þessa niðurstöðu bara að túlka varkárni, hér ekki að ræða heildstæða tölfræðilega úttekt. Nú, áður en farið í niðurstöðu þá vil ég deila nokkrum tölulegum upplýsingum ferðamennin okkar og byrjum þá bara á erlendu ferðamönnunum. Hér má sem sagt hérna ofarlega sjá graf yfir fjölda ferðamanna. Ferðamenn voru 300.000 árið 2000, tæp 500.000 2010, 2,3 milljónir árið 2018 og síðan má sjá hraðan vöxt eftir COVID. Nú ferðaþjónustan árstíðabundin. Tæplega helmingur ferðamanna að koma á háannatíma, semst á tímabilinu maí til september og hér semst byggt á meðaltali fyrir þetta tímabil sem til skoðunar. Nú við vitum að náttúran aðalaðdráttur af landsins og þetta segja allar kannanir. Könnun Ferðamálastofu gaf til kynna að 97% að hvatina semst að ferðinu var náttúra landsins. 85% sögðust hafa haft áhuga á norðurljósunum, 80% á náttúrutengdri afþreyingu. En ferðamenn náttúrulega að sækja í náttúrutengda afþreyingu í miklu mæli eins og sjá má á grafinu hægra meginu, ég dekti sólurnar, það sem svona náttúrutengd afþreying. Nú Íslendingar ferðast líka í miklu mæli innanlands samkvæmt könnun sem að Ferðamálastofa hefur til dæmis framkvæmt frá 2010 og niðurstöðurnar sýna að meirihluti landsmanna ferðast innanlands, hvort sem að ræða dagsferðir eða ferðalög með næturdvöl. Og ferðalög Íslendinga líkt og heimsóknir erlendra ferðamanna árstíðabundin, en hvatina ferðalögum landsmanna þó einhverju leyti frábrugðin, þess að hvata erlendra gesta. Margir Íslendingar samt að sækja ferðalög sín í íslenska náttúru en fáir að greiða fyrir náttúrutengda afþreyingu, þetta sína kannanir okkar. Nú könnunin að skoða jafnframt útivist landsmanna og hún sýnir skýrt að stór hluti Íslendinga nýtur náttúrunar, hvort sem það í almennri útivist og sértækri afþreyingu, sértækri náttúrutengdri afþreyingu. En snúum okkur nú að þessari athugun Ferðamálastofu. Hún fjallar atvik í íslenskri náttúru þar sem fólk hefur lent í aðstæðum sem að ógna öryggi þess, valda slysum eða jafnvel banaslysum. Og atvikin voru skráð með þessum hætti. Það var skráð fyrirsögn fréttar, dagsetning, ár og mánuður, staðsetning atviks, landshluti, staður, svæði og síðan megin orsök atviks og það listað hérna upp í stafrófsröð í hægri dálkinum. Byrjar alveg þarna atvik á jökli, fall á göngustíg, fall í á, lón, vatn, fall í hálkos og framvegis. Þegar við komum á gönguatvikum þá var þeim þrískipt. Það var fjallgöngu atvik þar sem var að ræða meiðsl eða fólk hafði lent í sjálfheldu eða hafði orðið örmagna. Síðan var líka skráð afleiðingin og afleiðing atvika hún var skilgreind á 4 vegu. Og það var í fyrsta lagi atvik þar sem að meiðsl voru minniháttar, skrámur, vægar tognanir. Í öðru lagi atvik þar sem fólk hafði fengið áverka, til dæmis brotnað eða slasast, töluvert eða mikið. Og í þriðja lagi þá atvik þar sem fólk var hætt komið, til dæmis vegna líkamlegrar örmögnunar og svo í 4. lagi dauðsfall. En nota bene, skráningin, hún algjörlega háð því hvaða upplýsingar voru komið fram í þessari fréttatilkynningu. Við reyndi að skrá síðan þjóðerni, kyn og aldur en það var sjaldnast tekið fram og ég setti líka dálk fyrir þyrlu ef að þyrla var kölluð til og líka fjöldi einstaklinga sem atvik náði til. Nú hér má sjá dæmi fyrirsagnir nokkurra frétta sem var unnið út frá en í þeim var fjallað atvik sem leiddu til ýmissa björgunaraðgerða svo sem þegar bjarga þurfti ferðamanni að flæðiskeri, ferða fólki upp úr sprungu, klettum eða úr sjálfheldu,
Einnig má nefna örmagna ferðamenn á gosstöðum, týnda ferðamenn á hálendinu í Svartaþoku, auk alvarlegri slysa sem kölluðu á viðameiri aðgerðir. Og fyrirsagnir fréttanna endurspegla náttúrulega dramatík og alvarleika þessara atvika. Alls náði sem sagt skráningin eins og áður sagði til 782 atvika á tímabilinu 2000-2024 og hér má sjá hvernig þau skiptast eftir árum og mánuðum og fjölgun atvika er greinilega eftir 2010 en 90% atvika eru sérst á tímabilinu 2010-2024. Og ein skýringin gæti verið að fréttaflutningur var ekki algengur á netinu fyrir 2010 og jafnvel var minna fjallað slys á ferðamönnum. En á síðustu árum eins og við vitum þá hefur fréttaflutningur færst yfir á netmiðla og það skýrir þessa þróun væntanlega. Þegar dreifing atvika er skoðað eftir mánuðum þá má sjá þess að flesta atviki í júlí og ágúst eða 267 talsins sem nemur þriðjungi af heildarfjölda atvika en fæst voru atvikin í október og desember. Og þegar atvikin eru skoðuð eftir árstíma, ég var nú bara ég skipti þessu bara í 2 tímabil, og kemur í ljós að 63% eru á háannatíma, sem sagt á tímabilinu maí til september, 37% á láganatíma, þá frá janúar til apríl og síðan október til desember. 60% atvika áttu sér stað á Suðurlandi og hálendinu og álíka mörg á hvoru svæði, 235 á hálendinu, 233 á Suðurlandi. Þar á eftir kemur Norðurlandi með 67 atvika, Vesturlandi 63, höfuðborgarsvæði og nágrenni 58, fæst voru atvikin á Austurlandi 34, Vestfjörðum 45 og Reykjanesi 47. Hér má sjá orðaský yfir þá landshluta og staði þar sem atvik áttu sér stað og hálendið og Suðurland eru þau svæði sem skerast úr en það er litið á einstaka staði stendur Fimmvörðuháls upp úr. Langjökull, Gosstöðvar, Esjan, Gullfoss, Reykjadalur, Geysissvæðið og Reynisfjara koma einnig oft við sögu. Hér má sjá helstu megin orsakir atvika, göngu- og fjallgöngumeiðsli eru algengust, 162 talsins eða 15 atvika. Næst algengust eru slys vegna falls í klettum, stórgrýti eða brattlendi, alls 75 atvik eða 10% og þar eftir koma vélsliðaslys 9%, og atvik þar sem fólk örmagnast á göngu eða í fjallgöngu. Og í 5. sæti eru atvik þar sem fólk villist af leið. Og þessar 5 meginorsakir mynda samanlagt helming allra atvika. Þriðjungur allra hættu eða slysa atvika tengjast göngum og fjallgöngum og þegar ástæður göngu og fjallgöngutilfella eru skoðar nánar þá kemur í ljósa 62% má rekja til meiðsla, 20% til örmögnunar og 18% til þess að fólk hafi lent í sjálfheldu. Það er ekki hægt að draga mikla ályktanir út frá þessu grafi þar sem atvik eru sett fram eftir árum. Flest atvikin voru skráð árið 2019, 27 talsins og 2023, 26. Athyglisvert hvað eru fá þarna árið 2024 og síðan 2020 og 2021. Það er ansi mörg atvik þó svo COVID hafi verið á trufla ferðaþjónustuna en það má kannski rekja til gönguferða Íslendinga. Alvarleiki. Hér má sjá niðurstöður eftir alvarleika atvika. Í helmingi atvika þá hlaut fólk áverka eða slasaðist töluvert eða mikið. Í tæplega þriðjungi atvika þá skapast yfirvofandi hættuástand til dæmis vegna örmögnunar og minniháttar meiðsl voru skráð í 7% tilfella en dauðsföll í 13%. Og síðan rýnt í alvarleika eftir landshlutum að Vestfirðir og Reykjanes voru með hlutfallslega mest af atvikum sem tengdust hættuástandi eða yfir 40%. Hálendi fylgir reyndar fast á eftir með 39% og hlutfall atvika sem með töluverða eða mikla áverka þá annar flokkurinn var hæst á Vesturlandi og Suðurlandi. En banaslysum voru hlutfallslega flest á Austurlandi þar sem þau námu 30%. En þarna er mikilvægt að taka fram að þessa niðurstöðu benda ekki til þess að banaslys séu endilega algengar á Austfjörðum almennt. Þær byggjast eingöngu á þessum tilvikum eða atvikum sem náðist að skrá í þessari athugun og gefa því ekki rétta mynd. Hér eru atvikin á hálendinu tekin sérstaklega fyrir. Göngur og fjallgöngur teljast alls 69 talsins eftir að undirflokkar hafa verið sameinaðir, meiðsl, sjálfhelda, örmögnun.
eða tæplega semst þriðjungur af heildaratvikum og þar á eftir koma fylgja vélsliðaslýsin 47 talsins eða 15 og að lokum koma veðuratvik og atvika sem fólk hefur vilst af leið. Og til hliðar má sjá skýrari framsetningu á fyrri glæru á því hvernig slys skiptast eftir alvarleika. Sjáu hvað þriðji flokkurinn er áberandi. Og hér eru síðan atvikin á Suðurlandi tekin fram með sama hætti. Nærri 3 af hverjum 10 atvikum voru göngur og fjallgöngur en orsakavaldarnir sem fylgdu og eftir voru hins vegar frábrugðnir þeim sem voru algengastur á hálendinu. Falli hálku var í öðru sæti á Suðurlandinu, falli klettum stórgrýti eða brattlendi í 3., atvik vegna goshvera og falls í hveri því 4. og atvik vegna brims og sjávaröldu í því 5. Og þegar horftið til alvarleika atvika þá voru færri tilfelli vegna hættu ástands á Suðurlandinu samanborið við hálendi, en fleiri atvik tengdust ýmiss konar áverkum eða slysum. Hér eru síðan atvik í öðrum landshlutum listuð upp og eins og sjá má þá eru göngu og fjallgöngu atvikin algengust í öllum landshlutum. Falli klettum stórgrýti brattlendi er í næstefsta sæti á Norðurlandi, Vesturlandi, Austurlandi, höfuðborgarsvæðinu og nágrenni og í 3. efsta sæti og Vestfjörðum, en þar er veðrið í öðru sæti. En megin orsök atvika dreifir síðan á marga flokka og oft að ræða 1-2 tilvik í hverju, Þá komum við að dauðsföllunum. Það voru 106 dauðsföll skráð í 102 atvikum. Í 4 atvikum dóu 2. Það voru 77 útlendingar, 73% af heild, 28 Íslendingar, 27% af heild og ég fann ekki út eitt þjóðernið. Og það virðist vera smá munur á orsökum dauðsfalla. Íslendingar virðast lenda í alvarlegri vélsliðaslysum en útlendingar. Voru skráð 7 dauðslys meðal Íslendinga en einungis 1 meðal útlendinga. En eingöngu útlendingar áttu í hluti að koma banaslysum við köfun og slys vegna sjávaröld og brims í Reynisfjöru. Hér má síðan sjá megin orsakir dauðsfalla listaður upp. Það eru 16 dauðsföll vegna falls í klettum, stórgrýti eða brattlendi, 10 vegna falls í á, lón eða vatn, 10 vegna göngu eða fjallgönguslysa og 10 vegna veikinda þar sem að fólk hneig bara niður í náttúrunni. 8 voru vegna vélsliðaslys og auk þess voru 6 banaslys vegna atvika á jökli, 5 banaslys við köfunni, svo maður tala áðan, 5 banaslys af völdum sjávaröldu eða brims og 4 sjósundslys. Og loks er 1 flokkur óþekktur og þar að ræða einstaklinga sem annarkvort fundist látnir eða er saknað. Að gamni þá ákvað ég setja þetta fram á svona frekar ófullkomnu korti en eins og sjá má þá eru slysina mestu bundin við tiltölulega afmörkuð svæði og þarna má sjá Þingvelli, Gullfoss, Sjólimasand, Reynisfjöru, svæði kringum gönguleiðirnar Fimmvörðuháls og Laugaveginn, Vatnajökulssvæðið og Kirkjufell. Hér er lokaglæran. Við viljum öll að ferðafólkið okkar komist heilt heim. Fyrirtæki ferðaþjónustu þurfa að gera allt sem í þeirra valdi til að tryggja öryggi gesta. En hið opinbera þarf einnig að axla ábyrgð með því að styðja við fræðslu, eftirlit og aðgerðir sem auka öryggi ferðamanna. En ekki síður þarf að höfða til ferðamanna með fræðslu og skýrum upplýsingum þar sem fjölda slysa má rekja til þeirra sem ferðast á eigin vegum. Það þarf að hvetja ferðafólki okkar til að sýna varkárni og hafa í huga þær hættur sem fylgja óútreiknanlegum náttúruöflum Íslands. Hér eru nokkrar myndir. Að klífa gígbarm í virku eldgosi eða slá upp nestis aðstöðu á nýstorknuðu hrauni getur reynst lífshættulegt. Nótabene þetta er ekki fréttir sem var verið að vinna með, þetta eru bara svona fréttir sem voru teknar úr bara fjölmiðlum sem vöktu athygli mína. Nú maður leggur ekki á brún vatnsmesta foss í Evrópu eða sest og óstöðugan ísjaka fyrir hennar fullkomna mynd eins og frúin hérna á myndinni. Sem betur fer fór vel fyrir ömmunni sem aldan var við það að reka frá Íslandsströndum þökk sé vasklegri hetjudáð skipstjóra frá Flórída. En ekki eru allir svo heppnir.
eins og framkom í þessu í upphafi sæðrindis, þá gefur þessi samantekt hvorki nákvæma tölfræðilega mynd af slysatíðni meðal ferðamanna á Íslandi, né veitir hún upplýsingar hvort slysum af ákveðnum tegundum hafi fjölgað eða fækkað. Markmið hennar einungis að varpa ljósi á hvers konar slys eiga sér stað og við hvaða aðstæður. Og til að tryggja aukið öryggi á ferðamannastöðum og meðal ferðafólks almennt mikilvægt að afla frekari gagna til að byggja ákvarðanatöku á. Og ég ætla bara að ljúka með þessum orðum. Já, þeir eru ekki laus alveg strax samt. Við ætlum aðeins að horfa fram á veginn. Hver eru næstu skref og hvert eru að fara. Nú, til þess að koma aðeins inn á það, ætla ég aðeins að segja frá vinnu sem átt sér stað í starfshóp sem var skipaður í tengslum við ferðamálastefnuna, starfshópur E7 bætt öryggi ferðamanna. Starfshópurinn tók til starfa núna í október og markmið hópsins náttúrulega fyrst og fremst það að tryggja öryggi ferðamanna land allt eins og kostur hvort sem að þeir eru á fjölsóttum áfangastöðum eða á ferðumlandið almennt. Og hlutverkið að koma með tillögur að úrbótum á sviði öryggismála í ferðaþjónustu. Tryggja samráð á milli hlutaðeigandi ráðuneyta, stofnana og atvinnugreinarinnar auk þess að stuðla framgengi verkefna sem hafa það að markmiði að bæta öryggi ferðamanna þvert á hið opinbera og atvinnulífið. Þetta er svona hið formlega hlutverk og markmið þessa hóps. En bætt öryggi ferðamanna, þetta er svolítið stór fíll. Og við byrjum á því að setjast niður og hugsa það eins hvað gerir maður þegar maður er svona stóran fíl fyrir fram að sig? Jú, maður verður að búta hann aðeins niður í bita og byrja að vinna einhvers staðar. Og við skilgreindum í raun og veru 6 forgangsverkefni út frá þá hlutverki hópsins, starfshópsins og tillögum sem að komu úr ráðuneytisstjórahóp jöklaferðir í kjölfar slysins á Breiðamerkursandi. Þannig að það var horft til þessa tveggja þegar að lagt var á stað. Úr því komu í raun og veru 6 forgangsverkefni sem við ákváðum að leggja á stað með í upphafi. Annað þeirra er regluverkið og ég held að flestum sé ljóst að regluverkið í kringum öryggi ferðamanna á Íslandi er frekar veikt. Og það þarf að skýra betur. Það var unnið að reglugerð 2013 sem var svo ákveðið að gera að leiðbeinandi reglum vegna þess að það tókst ekki í tíma að koma lögunum í gegn. En nú eru lögin komin og þar er leiðandi komið tíma á því að koma á reglugerð. Vinna við svona fyrstu drög í þá átt er hafin og búið að eiga samtal við ráðuneytið og nú er starfshópurinn búin að fá þessa tillögu reglugerð til þess að tekið fram, hér er eingöngum bara fyrsta röff draft ef ekki haldið áfram að nota svona fallega íslensku. Fyrsta bara fyrstu drög að svona reglugerð og hún mun náttúrulega sjálfsögðu svo farið til greinarinnar til þess óskettir ábendingum alveg klárlega. Það var líka svolítið að skilgreina hvað er ævintýraferðaþjónusta. Það er eitt verkefnið. Að gera samræmt áhættumat fyrir áfangastaði. Þannig að bera saman epli og appelsínur. Við erum að gera hlutina eins, sama hvort við heitum Umhverfisstofnun, Vatnajökulsþjóðgarður eða bara landeigandi á sínu landi. Ferðaþjónusta innan þjóðlenda og það er svona sérstaklega eitt sem að koma út úr vinnu ráðuneytisstjórahópsins. Að þurft að skoða hvernig gilda reglur og lög þar. Menntun leiðsögumanna sem við aðeins komin inn á og svo skráningsslysa og óhappa. Og við erum, eins og sagði, byrjuðum í október og skiluðum að okkur fyrstu áfangaskýrsluna í desember til ráðuneytisins og
við lítum svo á að vinna við reglugerð mun væntanlega halda áfram fram að sumri eða lok vors eða á þeim tíma. Þar sem við munum þá koma með einhvers konar drög að reglugerð til ráðuneytisins. Skráningsslys og óhappa, þar hópurinn búinn að skila af sér tillögu að verkefni og því ég mun koma aðeins inn á það bara hérna á eftir þegar ég aðeins búinn að fara við þetta. Nú áhættumat áfangastaða, það sömuleiðis erum við að hefja þá vinnu, þá vegferð og skoða hvað sé hægt og hvernig ég gera það og hvernig getum við gert það. Og það náttúrulega ljóst að það náttúrulega stór hagsmunaaðili sem Náttúruverndarstofnun, nýstofnun Náttúruverndarstofnun sem mun væntanlega koma að þessu með okkur. Og það skal tekið fram að við erum að fara í, og ég kem að því hérna eftir, við erum að fara í töluverða vinnu með hagsmunaaðilum. Það ekki bara það að þessi hópur ætla að sitja inn í einhverju glerbúri og ekki hlusta á neinn. Alls ekki, heldur vinna með hagsmunaaðilum fer á stað núna á næstu vikum og mánuðum. Já, ferðaþjónusta innan þjóðlanda, sömuleiðis þar lítum við ekki á að við getum komið með einhverja endalega afstöðu fyrir hana í það minnsta að ár hefur komið ársreynsla á þessa nýju samninga sem eru til dæmis í Vatnajökulsþjóðgarði og það þarf að taka mið af þessu, það þarf að læra og gera betur. Við höfum alltaf stanslaust að vera að horfa til þess hvernig getum við gert betur. Nú, og ævintýra ferðaþjónustu lítum við svo á að vendilega svona núna í mars ætti við að geta verið búin að skilgreina það og menntun leiðsögumanna, það aðeins komið á svona, hold hjá þessum starfshóp og ástæðan fyrir því að það raun og veru 4 starfshópar sem að munu hafa eitthvað menntun, í það minnsta, 4 starfshópar sem munu hafa eitthvað með það að segja varðandi menntun leiðsögumanna. Og við ætlum ekki að vera að finna upp á 4 mismunandi stöðum. Við ætlum að reyna að vinna saman og koma að einhvers konar sameiginlegu úrræði þar. Þannig að það á smá bið þangað til að búið að skipa aðra hópa og það komið í gang. Afurðir frá okkur, þessi hópur, við lítum ekki þannig á að við tökum verkefnum og leysum þau alveg til enda. Það eins og kemur fram í hlutverkinu, okkar hlutverk að koma með tillögur að því sem að þarf að gera og það sem þarf að laga. Og það sem okkar afurðir verða náttúrulega ákveðna áfangaskýrslu, við gefum áfangaskýrslu reglulega til ráðuneytisins, skilgreining og mótun forgangsaðgerða, það að segja að forgangsraða út frá hverjum tíma. Og það svolítið það sem við höfum verið að gera og komum niður á þessu 6 verkefni. Og þá gera svo áætlanir fyrir innleiðingu á næstu verkefnum, þannig að við klárum ekki bara þessi 6 og svo bara búið. Það litið svo á þessi starfshópur eigi að starfa til 2030 og þannig að þetta langhlaup og við þurfum, þegar eitt verkefni klárast, þá þurfum við að vera tilbúin til að taka inn næsta verkefni og vinna með næsta verkefni. Það alveg ljóst. Og sömuleiðis og þá lítum við svo á við okkar hlutverk svo raun og veru skila verkefna lýsingum til ráðuneytisins þau verkefni sem að við teljum að þurfa að fara í framkvæmd. Þannig að þetta svona eins og við erum að vinna þetta. Dagskráin svona framundan, hún lítur að reyna svona út, það var skiluð áfangaskýrsla núna í byrjun desember til ráðuneytisins, þar sem að tillaga stofnun á miðlægu atvikaskráningakerfi fyrir ferðaþjónustuna var skilað inn. Nú í þessa dagana erum við að vinna að hagsmunagreiningu raun og veru, reyna að átta okkur á, þetta mjög stórt svið og reyna að átta okkur á við hverju eigum að tala, hvernig eigum að eiga samskipti við hvaða aðila og hvernig gerum við þetta allt saman þannig að við raun og veru náum til sem flestra. Því að það mjög mikilvægt að þessi, og við lítum klárlega svo á að þessi hópur á ekki að starfa í einhverju tómarúmi. Hann á að starfa í takt við geirann. Við stefnum að því að núna á næstu mánuðum að fara að halda opna fundi öryggi ferðamanna land allt. Þar sem að við bjóðum hagsmunaaðilum til þátttöku til að koma með okkur, þar sem við getum sest niður og við getum rætt öryggi ferðamanna almennt og þessi forgangsverkefni beint.
Svo munum við fyrir hvert forgangsverkefni fyrir hvert verkefni sem við erum að vinna, munum við svo kalla til þá hagsmunaaðila sem við teljum eiga heima við í hverju verkefni fyrir sig. Við stefnum á því að skila í næstu áfangaskýrslu í byrjun júní á þessu ári og svo aftur í desember á næsta ári. Og það ljóst að þetta langhlaup. Það væri frábært að við komum bara með 30 aðgerðir inn á borðið 1, 2 og 3 og bara látið allt gerast, en þetta tekur tíma, við viljum gera þetta vel og við viljum gera þetta í samræði við geirann, þannig að það sé ljóst. Miðlægt atvikaskráningarkerfi þjónustunnar. Starfshópurinn lagði það til að komið verði á miðlægu atvikaskráningarkerfi fyrir ferðaþjónustuna. Og við skilum því til ráðuneytisins núna í byrjun desember og þar í þeirri tillögu þá skilgreinum við svolítið umgjörðina, hvert umfangið og aðgengi og eignarhald og hvernig er hugmyndin að nýta þetta kerfi og þess háttar og hverjar afurðina eða af hverju erum við að gera þetta, hvað getum við fengið út úr þessu og sömuleiðis hvaða takmarkanir við teljum að svona kerfi hafi og hvaða eigi að gera og hvaða eigi ekki að gera. Svona út frá okkar fyrstu athugun. Og umfangið er þannig, það sem við leggjum til er það að þetta sé kerfi fyrir alla. Það geti allir skráð í kerfið. Það sé að ferðaþjónustu aðilar geti skráð beint inn í eitt kerfi og þeir sjá sín atvik. Geta haldið utan sín atvik í þessu kerfi. Þannig menn er ekkert endilega að sjá frá náungunum eða frá samkeppnisaðilunum, en menn eru að sjá sín atvik, menn að fá skýrslur sín atvik. Það er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að þið náið að greina ykkar starfsemi og fáið eitthvað út úr því þannig líka. En það er náttúrulega tilgangur, þess vegna erum við að þessu. En á sama tíma geti ferðamálastofa eða opinbera aðilar tekið út lykil upplýsingar. Til dæmis birt og nú þetta er bara svona sem hugmynd inn í mælaborðið ferðamálastofu. Þannig að greinin læri líka eitthvað á þessum upplýsingum. Þannig að það siti ekki endilega, ég er ekki að fara að segja það að þetta gerist á þessu fyrirtæki eða eitthvað svoleiðis, það munum menn aldrei sjá. En kannski það hversu mörg slys verða, hvernig slys verða, hvar verða þau, til þess að við getum lært að því og gert eitthvað í því í sammenningu, því það er svo mikilvægt. Talað er líka mjög hvað skuli skrá og við tókum það umræðu og í raun og veru tókum það afstöðu að skilgreina það ekki mikið, þetta er sá sem að tekur við þessum bolta þarf að byrja því að fara í þarfagreiningu, þarf að vinna með greininni í því að finna út hvað eigum við að skrá, hvernig eigum við að skrá, lítið út og hvernig passar það svo í tengsli við aðra gagnagrunna. Þannig að við getum verið að bera saman epli og epli en ekki endilega epli og appelsínur. Og hvernig útfærslu við sjáum á þessu. Við tókum fyrir eignarhaldi svolítið og segðum þetta til þess að við getum í raun og veru öll lært af þessu, svo vel sé, þá þarf þetta að vera miðlægt kerfi, allir skráin í sama kerfið og menn hafa aðgang að sínum gögnum. Þetta sé í raun og veru hluti af heildstæðri nálgun í auknu öryggi og auknum gæðum í ferðaþjónustu. Við leggjum til og lögum það til að ferðamálastofa taki við boltanum. Að ferðamálastofa muni taka við þessu og koma upp þessu kerfi og muni reka það. Þannig að sé rekið á einum miðlægum stað. Lagt er til það að leyfishafar ferðaskrifstofu og dagsferða fái frítt aðgengi að sínum gögnum í þessu kerfi. Það er það sem við leggjum til. Þannig að menn fá einhvern hag í því að vera að setja effort eða tíman og vinnuna í það að skrá inn í kerfið. Það þarf að vera einhver gróði eftir. Það er alveg ljóst. Og þetta verið sameign rekstraraðila og þeirra sem skila inn gögnum. Menn eiga sín gögn. Það er gríðarlega mikilvægt. Og bara svona til þess að
hnykkja á að hvað er að gerast í heiminum í kringum okkur. Við erum búin að kanna og svona létt athugun, erum við ekki að sjá annað land sem er með miðlægt atvikaskráningarkerfi í ferðaþjónustu. Það eru til alls konar atvikaskráningarkerfi út allan heim og sumstar er sériðnaði með sitt og þess að þar. En hvað var það ferðaþjónustu, þá hefur við ekki rekist á það. Aftur á móti er alþjóða ferðamálastofnunin, þá mælir hún með því að áfangastæðir innleiði kerfi til þess að skrá og greina öryggisatvik, til þess að geta unnið með það. Sömuleiðis kemur fram í ISO-staðli 21101 ævintýraferðaþjónustu að fyrirtækin eiga að koma sér upp kerfi og greina útkomu úr atvikum til þess að geta gert eitthvað í því. Þannig að það er ekki eins og við sem að lifa bara í einhverju búblu, það er verið að mæla með að þetta sé gert með þessum hætti. Og það sem við erum að gera, við viljum bæta því á að þetta sé gert miðlægt, þannig að við getum lagt af þessu sameiningu. Næstu skref, beiðni er komin til Ferðamálastofu, sem sagt fyrr í þessari viku kom formleg beiðni til ferðamálastjóra þess efnis að koma á miðlægu atvikaskráningarkerfi. En það er náttúrulega bara fyrsti hlutin, það þarf að skipa verkefnastjóra, að finna verkefnastjóra til þess að vinna verkefnið áfram. Við þurfum að fara í þessa þarfagreiningu með greininni til þess að við getum, þetta verður okkar kerfi. Þetta verður ekki kerfi ferðamálastofu. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við upplifum þetta þannig að þetta er eignarhaldið á þessu er geirans, er iðnaðarins, en ekki ferðamálastofu. Þetta er ekki ferðamálastofa sem er bara að koma hérna með eitthvað prik, nú eigi það skrá. Heldur, við sjáum öll hag í þessu, við erum öll að hagnast á svona kerfi í sameiningu. Það þarf að koma vist kerfi í raun og veru fyrir svona gagnagrunn. Vist kerfi, það þýðir, það þarf að finna tölvubúnað og það þarf að vera einhvers konar hugbúnaðir sem að keyrir þennan grunn og það þarf að koma á einhvers konar tengingum og hvernig við þetta tæknilega er svo unnið. Þegar við vitum hvað það er sem við þurfum að skrá, þá þurfum við að finna út hvernig getum við skráða. Og svo þarf að innleiða það, og það er að taka það í notkun, og svo þarf það að fara í rýni. Það er ekki búið þegar búið er að setja on, heldur við þurfum að læra og við þurfum að bæta og gera betur og stanslaust að vera að læra og gera betur. Þannig það er alveg ljóst. Þannig að þetta er líka langhlaup. Og eins og ég segi, þetta er langhlaup og það er rosalega langt í en við erum lögð af stað. Það er búið að taka fyrsta skrefið og að mínu áliti mjög gríðarlega mikilvægt skref í það að auka gæði og öryggi ferðamanna á Íslandi. Með því ætla ég ekki að segja meira, við ætlum að opna fyrir spurningar og ef það ekki þið eru með spurningar til okkar, hérna, en ef það er einhver eru, þá bara endilega réttu upp hönd. Kemur einn hérna frá Austurlandi. Arngrímur Viðar heiti ég, kemur frá Borgarfirði eystra á Austurlandinu. Takk fyrir góða brýningu og kynningu. Það er eitt sem að ég er að velta fyrir mér. Það er að segja að þið nefnið viðbragð í nokkrum tilfellum. Af því að það gerast slys og öryggi ferðamanna er ekkert síst undir þegar að slysin eru komin. Þannig að við þurfum og það er þessi samstarfið viðbragðsaðila og hvernig við hugsum það í framtíðinni. Eru einhverjir ferðamannastaðir til dæmis það sem ætti að vera til viðbragð? Bara sem dæmi þá höldum við tónlistarhátíð á Borgarfirði sem heitir Bræðslan. Það telur enginn í lag fyrir læknirinn að mættur á svæðið, skilur. Við bara, það er þannig reglur varðandi viðburðahald. Þú verður að tryggja að sé ákveðin infrastruktúr á svæðinu að þú byrjar inn. Svo erum við kannski upp í Stuðlagil og þar eru 4.000 manns en það er engin viðbragðsstaður í 50 km fjarlægð. Þannig að þetta er svona, ég held að við verðum að hafa viðbragðsáætlanir inn í þessu sístemi og hafa þá samband við þá viðbragðsaðila sem eru involveraðir í þetta og halda reyndar utan alls konar skráningu á því sem kemur fyrir í ferðaþjónustu. Þannig að þetta er bara svona innlegg í þetta. Takk. Alveg klárlega, bara alveg hjartanlega sammála. Eins og ég benti á hérna áðan, þá er gríðarlega mikilvægt að við eigum þetta samtal við viðbragðsgeirann
það hvernig við ættum að leysa hlutina og gera það í sameiningu. Við getum ekki heldur ákveða að setja upp zipline á Grímsfjalli og ætla svo til þess að viðbragðsaðilar komi bara og leysi allt og séu bara á staðnum. Þetta þarf að vera samvinna, við þurfum að vinna þetta í sameiningu, alveg klárlega. Heyrðu því, þarna er önnur spurning. Er þetta norður í salnum eða hvað átt er þetta? Sólveig Dagmar heiti ég, leiðsögumaður í 28 ár. Ég vinn mikið á Suðurlandi og þekki aðstæður mjög vel. Það sem ég sakna er örlítið í samband við ráðningu leiðsögumanna sem eru ómenntaðir, settir inn í rútu, bílstjórar sem eru ekki vanir íslenskum aðstæðum, vanta þar og einnig í samband við Suðurlandi sé að slysatíðnin er svo mikil á Suðurlandi því ég vinn mjög mikið þarna út í þessum aðstæðum og veginir eru mjög mjóir og ég hef einmitt verið að velta fyrir mér hraðakstur og svo mjóir vegir. Þurfum ekki að fara í það að leysa það strax en ekki bíða eftir tölunum af því að tölunum eru ágættar en við sjáum þennan hraðakstur og við sjáum mjóa vegi og það eru endurtekin slys á Suðurlandi bara framan á keyslur eða bara þess að þið hafið séð þetta endurtekin núna og rútuslysin líka og við erum að vinna í þessum rútum og við erum bara í rúllettunni sko með kynverjan á móti okkur. Þannig að ég bara velti fyrir mér, er þá ekki hægt að leggja áherslu á nokkra punkta og hraða inn, til dæmis tölum, þið vitið þetta, og fara inn og koma með tillögu að breikka Suðurlandsveginn, bara alveg eins og hann leggur sig. Og setja líka númer á vegi til að minna útlendingana á það að það má ekki keyra meira en 90. Þannig að þetta er svona mitt innlegg sem ég myndi vilja bæta inn. Bara mjög gott innlegg og bara frábært og það má taka það fram að í fyrstu skýrslu aðgerðarhópsins kom það sérstaklega fram að það þarf að vinna að auknu öryggi á þjóðvegi landsins. Það er pólitísk umræða, alveg klárt. Ég held að Vegagerðin sé að gera allt sem þeir geta með það fjármagn sem þeir hafa. En það þarf raun og veru pólitíska ákvörðun það að setja meira fjármagn í Vegagerðin og þar er alveg hjartanlega samanlega. Þórianna heiti ég og er öryggistrúnaðarmaður hópbíla og les slysaskýrslunar hjá Samgöngustofu og svo framvegis og mjög meðvituð margt sem er í gangi. Og það sem að ég hafði svona í mínum huga í samband við þennan starfshóp Samgöngustofa, til dæmis mér er hugsað til flugslysanefnda, ég kem og gæðastjórnar flugöryggismálum í grunninn. Eru þeir með í þeirri vinnu? En það við erum mikið sérfræðingum þar. Hvaða fólk í þessu starfshóp? Samgönguráðuneytið er þannig nýjá. Bara ef þú svarar því, úr hvaða innviðastofnunum kemur það? Þannig að við eigum svo mikla sérfræðingar á flugslysanefnd og ég líka horfi í það að hvalaleiðsögumenn, ferðaþjónustu sjós og svo framvegis heyrir undir þá. Þess vegna vaknar þessi spurning. Takk fyrir. Og bara mjög góða punktur og svona aðeins til að upplýsa það, þá eru 3 fulltrúar frá SAF í þessum hóp. Það er fulltrúi frá Ferðamálastofu, það er fulltrúi frá Dómsmálaráðuneyti, Heilbrigðisráðuneyti, Samgönguráðuneyti og það er fulltrúi frá Umhverfisráðuneyti sem kemur þá frá Vatnajökulsþjóðgarði. Ég held að ég sé ekki að gleyma neinu. Já, ég ætla nú ekki tjá mig þetta nema að mér langar aðeins bara takk fyrir. Það er ansi margt sem þarft þarna en svolítið mikið sem mér finnst þetta einblínast af hálendinu og fólk að ganga og þarna er Íslendinga með og þetta er ekki mörg slys með við fjölda ferðamanna þessu 24 ár svo þannig sé hljótið að vera að gera vel gott þó að það væri helmikið fleiri en auðvitað viljum við hafa engin slys og það hefur verið stefnan á sjó og ég kem úr sjótengda bransanum og sitt í siglingaráði fagráði siglinga hjá Samgöngustofu siglingamál og þar eru tekin fyrir slys og þar er þetta allt miklu skipulagðara, þar þurfum við að skrá eitt slys og þar er fjallað öll slys sem verðum borð í bátum sem kemur að hvalaleiðsögumönnunum af því einhver var að spyrja það að þeir eru allir sendir á 7 daga námskeið í Sæbjörginu til að vera með viðbröðin og fyrstu hjálp og allt fyrir utan að vera þjálfaðir sem leiðsögumenn þá er það allt miklu regulerað alltaf að segja en það sem að mér langaði að benda á er að þar er búið að vera að vinna svona atvika skráningakerfi og þar er hvert einasta slys hringt og næstu slys hefur verið líka skráðurinn
og það er mér rosalega mikilvægt að senda úr þessum kerfum beint á tryggingafélagin. Því að það yrði til þess að við fyrirtækin myndum ekki gleyma að skrá inn í þetta kerfi. Að við þurfum ekki að vera að skrá inn sko, eitt eins og við erum að skrá inn til slysanemndar fyrir fyrir sjóslysinn, annað fyrir tryggingafélagið, þriðja til vinnueftirlitsins, að við vinnueftirlitið ekki með slysum borð hjá okkur. Svo að það er alveg rosalega mikilvægt að sé miðlægt og við þurfum ekki að vera að skrá í mörg kerfi og við getum þá haldið utan allt á sama stað og það sé einhver sem rýnir þetta eins og vorst að tala um. Annars bara frábært, þá væri bara ferðaþjónustan er bara samt svo alls konar. Þetta eru bátar og bílar, kajakar og bátar segir mér ekki neitt, ég hefði viljað sjá það í lagi. Af því það er alltaf aðra reglur yfir það, alltaf aðra skráningu slysum. Það er fullt af hlutum sem þarf að hugsa. Nákvæmlega. Og þetta er bara frábært dæmi hvernig miðlægt skráningarkerfi virkar fyrir einn geira. Það sem að allir sem starfa í sama geiranum skrá í sama kerfið og allir læra af því. Klárlega. Og, ég tek alveg undir það, já, algjörlega. Og það er hluta þessari þarfagreiningu sem við myndust á hérna áðan. Það þarf að skoða hvernig starfar þetta með öðrum kerfum. Hvernig getur þetta þá unnið með tryggingafélagunum ef að fyrirtæki kjósa að senda að þá leið í gegnum þetta kerfi. Hvernig starfar þetta með rannsóknina samgönguslysa. Þannig að sé hægt að tengja atvikin saman og við séum ekki endilega að margtelja hlutina. Þannig að alveg klárlega, þetta er bara mjög góða punktur. Steinunn heiti ég og er á markaðs- og áfangastaðarstofu Vestfjarða. Frábær vinna og bara gaman að sjá þetta koma á stað. Mér langar að forvitnast aðeins áhættumat áfangastaða og hvernig það er hugsað í hvaða samhengi, hversu vítt er verið að skilgreina áfangastaða. Ég veit að þetta er bara rétt að fara af stað en væri mjög forvitnilegt að heyra hvernig er að hugsa þetta og varðandi þá líka ábyrgðaraðila og annað slíkt, þú veist, af því að áfangastaðir eru náttúrulega með alls konar eignarhald og sumt í opinberri umsjón og annað ekki og hver er tilgangurinn og pælingin með þessu og hvernig verður þessu pakkað inn? Já, og bara góða punktur og eins og ég segi, við erum bara í starthólunum með þetta. Við erum aðeins búin að skoða þetta, við erum aðeins búin að ræða þetta og ég held að sem flest saman það að sem sagt, eigandi ber ábyrgð. Flóknara verður það ekki, sko. Auðveldara verður það ekki, hvað ég segja. Að eigandinn ber endilega ábyrgð á staðnum. Það er bara þannig. En hvernig þetta verður gert, í dag eru til 2 kerfi sem verið að nota. Umhverfisstofnun með 1, Vatnajökulsþjóðgarður með annað. Hugsanlega, og nú er komin ný stofnun sem að tekur yfir báða og við ákveðum bara að gefa þeim tækifæri að sameinast áður en að við förum að berja á viljum við ekki eitthvað skoða þessi kerfi, skiljið, þannig að en þetta ætti ekki vera mjög flókið, en þá er þetta bara leiðbeiningar og verkfæri og tól fyrir áfangastaði til þess að nýta, sama hvort það eru í eigu ríkisins eða þá landeiganda, ef við getum orðað þannig. Heyrðu, við tökum 3 spurningar til viðbótar. Góðan daginn, Gísli heiti ég, er frá áhættustjórnun, hugbúnað fyrirtæki sem sér á þessi í öryggislausnum fyrir fyrirtæki og opinberar stofnanir. Og mér langaði til að spyrja ykkur hvort að þessi starfshópur væri til í að skoða það hvort að þið myndir nota tilbúnar íslenska lausnir sem í raun og veru uppfylla þessi skilyrði sem þið eru búin að tala um og eru nú þegar verið að nota á Íslandi, bæði í landi út á sjó, það nefndi ykkur hérna áðan að varðandi hvalaskoðunarfyrirtækinu, þá er bara til svona atvikaskráningakerfi, bæði fyrir landið og sjóinn, það sem er hægt að tilkynna til viðeigandi stofnana eins og Vinnueftirlitið, Rannsóknir samgönguslysa og tryggingafélagana. Er þetta eitthvað sem að þið munu líka skoða, starfshópurinn? Ja, í raun og veru ekki starfshópurinn sem beint, heldur nú er verkefni komið til Ferðamálastofu til úrlausnar, en ég til leið og menn átta sig á hvað og hvernig
hver þarfagreiningin er þegar samtalið er búið að eiga sér stað við greinina, þá er þetta klárlega valkostur, ekki spurning. Óskar Grímur Kristjánsson heiti ég er formaður félags ökuleiðsögumanna sem er mjög vaxandi stétt í landinu innan ferðaþjónustunnar. Þakka ykkur fyrir hennan góða fund, mjög mikilvægt. Það sem að ég vil kannski bara aðeins benda pínlítið á, við ökuleiðsögumenn höfum unnið mjög í algjörnum forgangi á öryggismálum. En við erum að gera það með samgöngustofu og vegagerðinni og fleirum. Og það sem við höfum rekið okkur á, það eru svo mikil eilönd í þessu. Það eru margir að gera góða hluti en það vantar samráðið. Og þegar ég heyrði þessari hérna frábæru konu frá samgöngustofu, það er svo... Nei, fyrir ég. Frá rannsókn, þegar maður veit að það... Má ég halda áfram? Já. Takk fyrir. Þegar við heyrum það að hjá rannsóknar samgönguslýsa er ofsalega mikil þekking og það er jafnvel kerfi til að skrá það sem við þurfum að skrá. Við þurfum að vera duglegri í þessu samráði og það sem ég vil kannski hvetja til að því ég sé að Jóhannes Þóru vinur minn situr það fremst sem er formaður stýrihóps hæfnisetturs, fá samgönguráðuneytið með fulltrúa þarna inn. Það ráðuneyti á alveg erindi þarna inn vegna þess að samgöngustofa er að fylgja eftirliti upp í Silfri og víðar í þessu. Og svo vil ég bara hvetja til þess að það sé haft samráð. Það er mikið talað fyrirtækin í bransanum, stofnanirnar. Við leiðsögumenn erum þarna úti allt árið umkring í alls konar válundum veðrum og erfiðum aðstæðum. Við þekkjum kannski til meiri næstlýsi heldur en flestir aðrir. Hafið okkur með í samtalinu. Takk fyrir. Klárlega, það var mjög góð punktur. Ég kunni ekki að telja, það voru vist 4 spurningar komnar. Þannig ég veit það núna. Já, Einar Sveinn Ólafsson heiti ég og reklítið ferðaþjónustufyrirtæki í Grundarfirði. Ég er með spurningar sko hvernig hag aðilarnir var til skráningu. Til dæmis það er búin að vera núna síðustu 2 ár mjög alvarleg brot á göngustígum bara við Kirkjufoss og síðan farþegar sem komu í landi í Grundarfirði sem hafa bara velta og sjúkrabílarnir og sjúkraflutningamenn eru allan daginn að flytja fólk en það er engin þarna sem þetta fólk sem veltur við höfnina það er bara á eigin vegum sko ekki ferðaskrifstofa þannig að það er þá skipið á höfnin en það er engin sem telur sig hafa skyldu til þess að skrá eitt eða neitt og síðan þá hitt bara tillaga sem kasta þetta út í tómið sko að ég hef búin að starfa hjá erlendu fyrirtæki það sem eru 100 starfsstöðvar og sé hvað er hægt að gera í varðandi slysaskráningar og umræðu og líka bara jafningja fræðslu og miðlun að ég sting upp á því og ég býð mig í þann hóp ef aðilar sem eru hérna ökuleiðsögumenn og aðrir að við stofnum bara lítinn hóp núna og byrjum á að æfa okkur og tala saman og miðla. Kannski kemur einhver þekking út úr því sem við getum gefið á okkur en ég er til ef einhverjir eru til í að koma. Takk fyrir. Glæsilegt. Margir tilbúinir til að leggja hönd á plóg sem betur fer. Jóhannes, gera svo vel. Takk fyrir Elías. Ég verði ekki að standa upp því að fólk sjá. Komið sæl Jóhannes Þór heiti ég. Takk fyrir þetta, bara frábær uppburður og flott vinna. Það var eitt bara sem ég datt í huga þegar voru nefndir okkar erlendu kollegar sem að koma frá ýmsum fyrirtækjum og alls konar. Að það er eitt verkefni innan starfshópsins sem að ég hef svolítið áhuga á svona af ýmsum ástæðum og það er breyting úr leiðbeinandi reglugerð og leiðbeinandi reglum yfir í reglugerð. Það er töluvert stór breyting. Og eitt af því sem þarf að hugsa mjög vel þar og ég ætlaði bara svona kannski að velta fram spurningu að er þá hvaða kröfur eru settar aðgengi að menntun og slíkt sem þarf fyrir slíka kröfur og annað en kannski sérstaklega kom mér í hug svona þegar ég sá drögin sem eru komin sko, hvernig hefur hópurinn hort eitthvað sérstaklega á það eða hafið átt í samskiptum við mögulega ráðuneyti það hvernig við förum að því að komast hjá hinum landlæga vanda að ekki sé haft eftirlit með erlendum kollegum okkar. Vegna þess að það er allt gott og blessað að við gerum kröfur á íslensk fyrirtæki og sjálfsögðu eigum við ekki að gefa neitt afslátt af því en
þessar reglur hljóta þá að gilda áfangastaðinn Ísland og alla sem hér vinna og þannig að það eitthvað sem hefur verið verulega pottubrotin í annar staðar og þarf þá að horfa sérstaklega á í þessu samhengi og svo langar mér bara til þess að benda ykkur á að þegar þetta kemur í samráðskáttina að endilega vera duglega að benda á og ég vil áður og ef þið viljið senda okkur ábendingar að endilega gera það. Heyrðu, takk fyrir þetta. Og netfangið hér, þið getið klárlega sendt mig bara ef þið eru með frekari athugasemdir eða komment eða spurningar, bara endilega sendið á mig á dagbjörn@ferðamálastofa.is. Ef þið eru með spurningar varðandi skoðunina hjá Oddný, þá er hún Oddný@ferðamálastofa.is og bara endilega verið í sambandi. Við viljum heyra í ykkur, við viljum taka samtalið við ykkur. Það er alveg ljóst og þetta gerist ekki í einhverju búblu hjá okkur. Þetta gerist með því að greinin vinni saman að sama markmiði. Það held ég sé gríðarlega mikilvægt. Heyrðu, þetta eru góð lokaorð, ef við ekki að gefa Oddný og Dagbjarti gott klapp fyrir þeirra innlegg. Takk Dagbjartur og Oddný fyrir þessa ítarlegu yfirferð. Við höfum hjá Ferðamálastofu undanfarin misseri og mánuði verið að auka rauninni áherslu á öryggismálin og ekki ástæðulausu. Þetta eru svona, já, bara málana, eitt af stóru málum ferðaþjónustunnar, það er öryggismálin. En fíllinn er stór og við höfum ekki náð til lands ennþá. Ég held bara eðli málsins samkvæmt að við munum aldrei ná til lands í rauninni í þessum málum. Þau eru bara þess eðlis að þetta verður stöðugt verkefni og eftir því sem að ferðaþjónustan þróast og dafnar og breytist þá verða til nýjar áskoranir og við munum stöðugt þurfa að bara vera með augun á boltanum hvað öryggismálin varðar, held ég. En ég fekk hlutverk að vera með hugvekju. Hvað segirðu? Ég verði að setja upp gleraugun um þetta. En já, bæði við gaman að sjá okkur svona mörg. Þessi vika fer af stað með krafti og ég er búin að taka þátt þessa viku nokkuð skipti og virkilega gaman að sjá hvernig þetta hefur þróast og hvað þetta gengur allt saman vel þessi vika og hlakka til að sjá okkur allan morgun í kórnum. En þegar ég settist niður til þess að festa blað smá fanga þetta umræðuefni þá var mér aðeins hugsað til orðsins náttúruafl. En þetta einstaka og fallega íslenska orð kallar fram hughrif sem sameinar reynslu okkar Íslendinga en kveikir leið ólíkar minningar. Ég sem gömul fjallageit hugsa til dæmis drunur frá Skriðjökli eða ofsaróka hálendinu með tilheyrandi látum. Aðrir ímynda sér kannski togara í brotsjó, glóandi hraundungur eða bara kraftinn úðan og niðinn sem að leggur frá Dettifossi. Íslensk náttúra vekur bæði aðdáun og ótta og segja má að þessu tvenni felist að miklu leyti aðdráttarafl Íslands. Hér er hægt að standa andspænis óbeisluðu afli og upplifa einstaka og óvenjulega náttúru í öllu sínu veldi. Reynisfjara er ágætt dæmi. Á síðasta ári var fjaran við Reynisdranga 5. vinsælasti ferðamannastaður landsins en jafnframt er hann einn sá hættulegasti. Það hefur nú verið gripið til ráðstafana til að draga úr þessum hræðilegu slysum sem að þar hafa orðið en til þess að koma í veg fyrir slys þyrfti bókstaflega að draga línu og loka fyrir aðgengi við varfærnustu mörk. Í flestum veðrum aftur á móti myndi slík varfærni vera til þess að gestum þætti allt of langt gengið og jafnvel réttlætanlegt að óhlýnast fyrirmælunum. Öryggismál er nefnilega líka í senn félagsfræði hópa hegðunar og sálfræði einstaklingseðlisins. Það er ýmsu að huga þegar markmiðið er að draga úr slysum og stuðla að auknu öryggi, eins og skýrt hefur komið fram hér. En eitt hefur sannað sig í þessum efnum að fólk bregst einna best við og það eru einföld, skýr og traust skilaboð, rauðaviðvaranir til dæmis og talnaefni. Ég man til dæmis eftir því sjálfur þegar ég var að leiða upp á Hellisheiðina fyrir allmörgum árum og ók í fyrsta skipti fram hjá stóru skilti þar sem stóð 3 látnir á árinu. Eru beltin
spennt. Og þessi einföldu skilaboð voru sett upp árið 2000 ef maður rétt af vátryggingafélögum til þess að minnka eða minna á mikilvægi bílbelta í umferðinni og ég spennti beltin. En af hverju, eins og við fórum yfir náðan, viljum við skrá slys? Dagbjartur rakti það ítalega hérna náðan, við langar að benda þess á annað samhengi. Hvers vegna viljum við einmitt okkur að kortlagningu slysa? Er ekki bara nóg að við vöndum okkur og leggjum okkur fram eins og við getum og varandi öryggisþáttinn og draga úr líkum á slysum? Mannskæðar á sjó voru langa hríð daglegt brauð á Íslandi og sjómennska metin sem hættulegasta starf sem hægt var að taka sig fyrir hendur á friðartímum. Háski hafsins er vissulega endi staðar, en slysatíðni hefur gjörbreyst eins og við þekkjum og þessar framfarir hefur varla orðið án framfara við skráningu og atvikum og stórum og smáum. Því þessar skráningar þær sköpuðu þekkingu, yfirsýn og leiddu af sér markvissa fræðslu sem smátt og smátt breyttu hugarfari útgerða og sjómanna til öryggis ráðstafana. Samræmd slysaskráning fyrir ferðaþjónustu yrði til þess að stuðla að sömu hugarfarsbreytingu. Þetta var reyndar rakið einn áðan, en ég hygg að slík kortlagning myndi leiða í ljós að slysatíðnin er ekkert endilega mest við skipulagða afþreyingu. Vegakerfið er sannarlega hættulegasti ferðamannastaður landsins, en fyrirtæki sem starfa til dæmis við jöklaferðir, hellaferðir og flúðasiglingar, svo eitthvað sem nefnt, eru ætíð með hugan við slysavarnir. Ég þekki það bara sjálfur úr mínu fyrrverandi starfi. Og almennt reyna þau eftir fremsta megni að takmarka óhöpp. Það gegnir dálítið öðrum staði þar sem fólk ber ábyrgð á sig sjálft. Eins og við þekkjum, þá er hlutfall þeirra að aukast. Þá er það líklegt þess að fara varlega ef aðstæður virka hættulegar, en leið gleyma sér ef veður er gott, stef sem við þekkjum einnig á sjó og vegum úti. Og aftur skipta hér einföld, skýr og sýnileg skilaboð miklu. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða sem við þekkjum heyrir undir Ferðamálastofu, veitir árlega 500 milljónum króna til framkvæmda á ferðamannastöðum land allt. Oft blasa úrlausnarefnin við á tilteknum stöðum, slæmir göngustígar, lélegt aðgengi og augljósar slysahættur. Hægt verið að bæta uppbyggingu ferðamannastaða með betri slysagögnum og frekari samþættingu gagna varðandi hvað ber að varast og hvað gengur upp. Tökum sem dæmi mismunandi gerði göngustíga. Tegund þeirra göngustíga sem verða fyrir valinu hverju sinni ráðast gjarnan af kostnaði og umhverfisþáttum. En ef við gætum borið saman ólíka gerði stíga og tíðni hálkuslysa og leggja þannig til kost sem er hagkvæmur í senn og öruggur. Líkt og Dagbjartur rakti hérna áðan, þá er mikið í húfi fyrir íslenska ferðaþjónustu og verkefnin eru ærin. Ef það er eitthvað sem ferðamenn huga að fremur en öðru þegar val á áfangastað er fyrir framann viðkomandi, þá var það öryggisþátturinn sem að skiptir sköpum. Og eins og ég kom að hérna áðan, ég held að við munum aldrei ná landi í þessum málum. Við munum alltaf þurfa að sinna þessu eftir því sem að greinin þróast og breytist. Ferðaþjónustu vikan stendur hún yfir, hann er líkur á morgun með mannamótum í Kórnum og hún sýnir hvað greinin á sig marga kíma og endurspeglar vel þann kraft, metnað og fjölbreytni sem einkennir ferðaþjónustu á Íslandi. Bætt öryggi í ferðaþjónustu krefst víðtæks samráðs og ég hef orðið þess áskynja á síðustu misserum að málefni hefur aukinn byr og það er svo sannarlega afl sem við ætlum að beisla og ég held að við séum öll hérna og aðrir sem að geta tekið undir það. En ég þakka kærlega fyrir mig. Ég hlakka til að sjá okkur á morgun og endilega njótið veitinga ekki satt sem að hér eru borðað fram. Takk fyrir.